Já, velkomin á Rauðaborðinu á Samstöðinni klukkan 8. Nú verða það fréttir. Hjá mér Laufey Líndal og Sigurjón Magnús. Hérna, við skulum byrja á frétt sem að komi á MBL bara hérna rétt áðan. Þetta haft eftir utanríkisráðherranum okkar sem á NATO-fundi. Hún á varnarmála ráðherrar á fundi. En kannski með þetta merkileg mynd af því að þarna utanríkisráðherra. Hún ekki varnarmálaráðherra, en hún gegnir því hlutverki. Og hún að tala við Hegseth sem var eins og varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, en núna stríðsmálaráðherra. Þannig að þetta eru eiginlega einu ráðherrarnir sem ekki eru varnarmálaráðherrar á myndinni. En þetta hins vegar alvarlegt mál. Þarna Þorgerður Katrín að segja frá því að það sé mikil krafa inn á þessu fundi að stórauka framlög til varnarmála. Það kemur það fram sem að hefur svo sem komið fram áður en kannski ekki svona skýrt að hún segir að Íslendingar ætli að taka þátt í vopnakaupum. Því að sömuleyti þessi fundur það. Það verið að safna peningum til að kaupa vopn af Bandaríkjamönnum og flytja til Úkraínu. Og Þorgerður Katrín segir að Íslendingar munu taka þátt í, ég man ekki hvernig hún orðar þetta, svona spökkum eða eitthvað slíkt. Þannig að við erum með í því. En það ennþá verið að leita að peningum og þetta var frétt eiginlega út alla Evrópu því að þetta náttúrulega stórfundur. Ef við förum núna til Spánar, það El País, þar sérstakt við það að Spánverjarnir hafa ekki viljað auka framlög til hernaðar upp í 5% landsframleiðslu. Það var bara sagt nei við því. Og þá hefur Donald Trump hótað refsitollum á Spánverja ef þeir hlýða. Hann hefur reynda líka sagt að best að henda þeim bara út úr NATO. En þessi frétt, hún fjallar náttúrulega það að það eru Spánn hluti af Evrópusambandinu sem að semur tollamál við önnur ríki. Þannig það engin samningur við milli Bandaríkjanna og Spánar. En ég veit ekki hvort að það hemji Trump, hann að hóta þessu. Þetta frétti var eiginlega það að Evrópusambandið segist semja tollamál fyrir hönd Spánar. Þannig að... Já, og ég sá á netinu í dag, það byrjuð undirskriftasöfnun gegn Þorgerði Katrínu. Hún hefði segjað sér strax. Já, það eitthvað gamalt, það sé byggt á niðurfellingu lána þeirra hjóna, kúlulánana. Þetta ég held að tengist þessu engan hátt. Ég las þennan texta sem að fylgdi þessari og þetta var hefði tekið sig upp eitthvað gamalt frá 2009 sko. Já, það einmitt það sem ég hugsaði sko. En þessi frétt var líka í pólitíkan í Danmörku og víðar og þar Troels Lund Poulsen sem varnarmálaráðherra Danmerkur. Hann lýsir ástandinu þannig að vandamálið sé að ráta suðrið í Evrópu borga. Og það að Ítalía og Spánn og Portúgal hafa ekki viljað og ekki heldur frakkarnir að fara upp í þetta. Það þeir sem eru með landamærin að Rússlandi og eru austarlega í Evrópu eins og við þekkjum, Eystrasaltslöndin og Pólland hafa verið hvað herskáist í þessu og einhverju þetta vegna, líklega vegna bara viðskiptatengsla og annað á milli Norðurlandana og Eystrasaltslandana að þá hafa Norðurlöndin fyllt með í þessu og Bretarnir hafa verið svolítið svona herskáir líka. Þannig að þetta eiginlega svona austrið og norðrið sem að vill fallast á kröfur Bandaríkjanna og meta kannski sem sína eigin hagsmuni, ég ekki að segja það að þessu bara að hlýða, en það andstaða í suðrinu sem að segja að því að ég meina Spánverjar hafa enga sögu stríð við Rússa og finnst það ólíklegt að Rússar séu að fara að flæða inn í Madrid. Líta kannski svo á að það sé kannski að leita einhver annar leiða til þess að stöðva stríðið heldur en að vinna fullnaða sigur á vígvellinum. Ég veit ekki, það ekki almennilega komið fram. En hann hefur náttúrulega verið Sánchez, forsætisráðherra Spánverja hefur verið stundum með svona sérstaka eða öðruvísi afstöðu. Séðan hann hafði forystur afstöðuna að breyta afstöðu Evrópulandana til Gaza. Ég ætla að skjóta inn einni amerískri frétt af sama máli.
Þetta Hegseth, stríðsmálaráðherrann. Hann að lýsa stöðu þessara fundar fyrir Bandaríkjamönnum og þá lýsir hann því þannig að það sé verið að safna peningum og Evrópuríkin hafa bara ekki staðið sér nógu vel. Það hefur verið minna safnað í peningum fyrir Úkraínu á liðnum mánuðum og það verið að herða í því og þessi peningar koma til okkar, segir hann, að það verið keypt vopn af okkur og eins og Trump hefur verið að lýsa þessu. Hann lýsir þessu sem svona efnahagslegu svona bústi fyrir Bandaríkin, þetta stríð og Hegseth talar alveg í þeim anda. Við ræddum í síðustu viku hvort að Bandaríkjamenn undir samþykkja að selda Tomahawks sem eru árásarflugvélar sem að bera kjarnorkuvopn. Og af því að Trump hafði sagt það, hann ætlaði að senda það. Ég held að það hafi verið þannig að Zelenski hafi beðið það og Trump þegar hann rekur alltaf í nefið í Air Force One flugvélinni og svarar ég held að það verið þær aðstæður sem hann sagðist alltaf að vera alvarlega í huga að senda Tomahawks. Þetta verið mikið gagnrýnt vegna þess að ef segjum að þú sitt í Kreml og þú sérð eina svona Tomahawks flug koma, þú veist ekki hvort hún með kjarnaátt eða ekki. Því þetta eru samskonar flugar og það talað að þetta sé eiginlega þessi ótrúlega háskalegt að því að sumir vilja meina að við séum hægt og bítandi að falla inn í 3. heimsstyrjöldina en það með því að senda árásarflugar inn á Kreml til dæmis að þá geti... Þannig að þeir sjá svona vel á lofti þá vita ekki út með... Það verið að benda á það. Já, og hvernig það að skjóta hana niður eða ekki, sko? Þú gerir það ekki. Ef þú sendaðu kjarnorkuvopn, þá sendaðu kjarnorkuvopn á hinn. Það fælingamátturinn, sko. Það ekki það að þú reynir að verja þess og gestu það ekki og þá deyrð þú og þá lifir hinn og þú skýtur strax á Boston. Og það eru bara takkar sem stendur líklega tvöfalt af og svo stendur N fyrir New York og það eitthvað svona sem í boði. Það má ekki hlæja þessu en þetta náttúrulega alltaf að vera hlægilegur þessi heimur, sko. Það alltaf bara verið að tróða stríði ofan í kokið á okkur, sko. Algjörlega, og ég held að þessi stemming þarna á NATO-fundunum sé ekki í neinum takt við vilja almennings. Við höfum stundur rætt það hér, alltaf þegar almenningur spurður, þá hann alltaf með þveröfuga afstöðu heldur en Þorgerður Katrín eða Þórdís Kolbrún sem var hann áður. Herðu, við skulum fara heim. Við fengum Breka Karlsson, formann Neytendasamtakanna í settið í gær í fréttatímanum. Það var fínt. Og hann var að tala sigur Neytendasamtakanna. Og núna í dag komu svona fréttir frá, til þess saman að bæði Arion banki og Íslandsbanki segir þetta hafi óverulegar afleiðingar. 1 milljarður, þetta verður innan við 1 milljarður sem stór upphæð. Fyrir okkur. 1000 milljónir. Já, en ekki fyrir bankan. Nei, munar ekki til það. Hann var búinn að leggja til hlíðar Íslandsbanki ef ég man rétt 21 milljarð. Þannig að ef hann hefur verið lagður til í varasjóð svokallaðan, þá detta 20 milljarðar inn og Íslandsbanki mun skila hagnaði á 3. ársfjórðungi þess árs og vantaði svo sem ekki upp á ógnar hagnað bankana. Já, mér finnst þér svona miðað hvernig Breki talar og hvað mörg mál í farvatninu og svona að þá sé þetta svolítið svona bankarnir, ég veit ekki, hvað ég segja, mér finnst þér svona með léttúð ímynda núna. Þetta málunum hverkin lokið, sko. Já, þeir draga á þær ályktanir sem kannski eðlilegt að öllum svona huglægu mati á vaxtahækkanir eins og Breki minni mig hafi útskýrt þær eru felldir í burtu en eftir situr að þú mátt miða við stýrivaxtahækkun Seðlabankans og það vill svo til að það er bara mestu hækkanir sem í boði. Það er okurvaxtastefna Seðlabankans eiginlega verri heldur en bankana. Þannig að það sem að mörkin sem á að setja um bankana eru svo víð að þeir geta alveg okrað eins og vilja þarna fyrir innan. Ég held að það sé niðurstaðan, sko. Það sé alltaf niðurstaðan, sko. Við látum ekki að klára dómsmálin áður við fögnum. Það er eiginlega ekkert sérstakt í þeim öðruvísi þetta nema að mér skilst það í einu málinu sé ekki ákvæði, nein ákvæði hvernig ég hækka. Og þar alveg gæti Hæstiréttur sagt sem svo að það veri allt ólöglegt sem í þessum samningi. En hann gæti líka sagt að það allt ólöglegt í samningi en við endurmat á hækkununum þá hafi ætti bankin að taka mið af stýrivaxtahækkunum, ég veit ekki.
Já, þetta þarf að koma í ljós. Herðu, en Landsbankinn, hann sendi hérna frá sig frétt, hann ætlar að bíða með það tekur ekki við nýjum lánsumsóknum, það nú bara fram yfir helgi, þannig að ég held að fólk lífi það af. Það flesta fréttir voru að það væri sigur og það var Neytendasamtökin að það væri sigur og bankarnir svolítið látið eins og það sé sigur fyrir sig. En það hérna ein frétt af Morgunblaðinu, það Ásta Lóa sem þingkona Flokks fólksins, var áður formaður Hagsmunasamtaka heimilanna. Hún segir þetta sem mikil vonbrigði. Og búin að kalla lengi eftir rannsóknarskýrslu heimilanna og núna í meirihluta í þinginu með Flokki fólksins. Þannig að kannski kemur hún. Skýrsla. Já, það eitt af því sem að hún svona var að lofa. Já, búin að berjast fyrir mörg ár. En hún lýsir þessu sem að máttu heyra hjá ykkur svolítið. Þetta væri svona okkur vonbrigði fyrir almenning að þetta allavega ekki leiðin til þess að losna undan okri bankana að stefna þeim. Við förum til Gaza, þetta úr Haaretz sem svona, við getum sagt stjórnarandstuðublað, það verið að tala að hérna í kvöld, alltaf þessi ekki bara þetta leiti núna, á sem að Hamas segir þetta skila 2 líkum, en það ekki öll. Það talið að Hamas get ekki skilað öllu líkunum. Það séu sumir séu grafin undir rústir eins og lík fjölmarga palestínumanna. Og það svona, ég tala við Helena Ólafsdóttir öryggis sérfræðing hérna á eftir hérna svona ástandið. Hún verið mjög gagnrýnin á eiginlega að það sé verið að kalla þetta friðarsamninga sem þetta ekki. Þetta eiginlega verið að reyna að tróða einhverju uppgjöf ofan í kokið á palestínumönnum og þeir sem hafa staðið fyrir þjóðarmorði að þeir labba bara fínir menn frá og ég held að hún hafi gengið fram af henni, hún skrifaði grein á Vísi eftir hún hlustaði á Trump í Knessetinu eða í þinginu í Ísrael. þar sem hann var eiginlega að dásama þjóðamorðin og dásama hvað vopnin sem hann hafði sendt hefðu gagnast vel. Hann var eiginlega að fagna bannamorðum og þetta náttúrulega dæmum hvað heimurinn okkar orðin tjúllaður. Að þetta friðar friðar samkomulag sem að Trump og Netanyahu semja saman, annars vegar sá sem að stendur fyrir þjóðamorðinu og sá sem að fjármagna það. Að stjórnvöldi í okkar heimsluta fögnuðu þessu, meðal annars okkar stjórnvöld. Það er eiginlega alveg ótrúlegt. Þessi samningar náttúrulega hafa ekkert í sér fyrir Palestínumenn. Það er náttúrulega bara ótrúlegt að eins og þú sagðir að þeir sem eru að fremja þjóðamorðið, þeir einhvern veginn eru þeir sem að standa uppi sem hálfgerðir sigurvegarar og eiginlega ekkert að bera neina ábyrgð eða Og það engin dæmi að verður ykkur friður þar sem að minni máttar, hann kynkir bara öllu, að það munir bara rísa upp ykkur andstaða gegn þessu. Annað óhjákvæmilegt. Palestínumenn hafa ekki verið að berjast fyrir frelsi sínu áratugum saman og svo kemur Trump og heldur ykkur blaðamannafund og ykkur undirskriftas, ykkur furðulega athöfnana í Egyptalandi. Eins og hann sé að hafi verið að koma með frið eftir 3000 ár í hennar heimsluta og allir taka þátt í þessu, forseti í Egyptalands og Tyrklands og tala ekki leiðtoga Evrópu. Þetta það er eitthvað skrítið í gangi. Þetta er þessa ömurlegu herför sem hefur verið í gangi hvert fólkinu. Ég kíkti einmitt á Democracy Now! Í morgun, þátturinn sem var gefin út í gær, það er náttúrulega öðrum tíma en við, en það var viðtal við fræðimann sem heitir Khaled El-Jindi, sem einmitt var að tala þetta og hvað það væri með ólíkindum, hvernig Trump einhvern veginn kemur með svona stórkallalegar yfirlýsingar og er bara eins og einhver fígúra úr einhverju, vísindaskáldsögu og já, en hann talað hvað þetta væri bara fáránlegt að segir að þjóðamorð sé friður. Já, einmitt. Þetta er úr eins og frægri bók. Já, akkurat. Nei, hann benti líka á það eins og afvopnun Hamas. Þetta er náttúrulega ekki bara að þeir verða þá varnarlausir gagnvart Ísraelsmönnum, heldur líka gegn öðrum öflum
Meðal annars vopnuðum sveitum sem hafa stuðning Ísraelsstjórnar til þess að herja á Hamas og ég held að það komið mér þess að fram að munið eftir fréttunum af því að það hafi verið Hamasliðar sem hafi verið að skjóta fólk sem hafi verið að sækja sér mat og eitthvað svoleiðis. Þetta hefur komið fram að var allt saman sveitir sem voru vopnaðar og fjármagnaðar af Ísrael. En það er ein frétt úr Al-Jazeera. Þetta af Vesturbakkanum sem ekki minnst á í þessu 20 punktum. Þarna fólk að koma að heimilum sínum og það talað þetta sé nýtt Nakba sem ég er ekki góður í arabísku en getur kannski þýtt hörmungarnar miklu sem þegar landránið byrjaði 48 eða það oftast vísað til þess. Það sem og þið kannast við að það eru fólk gengur með lyklana hálsinn og fleira. Það verið að vísa til þessa tíma sem gríðarlegum fjölda palestínumanna voru hraktir af heimili sínum. Og það sagt að það ástand núna á Vesturbakkanum. En samt verið að segja okkur í öllum helstu fjölmiðlum að þessi friður í Palestínu. Þetta eiginlega ótrúlega öfugsnúið. Og svo að ná þessu sem að ég heyri hjá ykkur og víða hjá almenningi á Vesturlöndum, þá forsíða á ágætisblaði sem heitir Socialist Worker, sósíalíski verkamaðurinn. Þeir bjuggu til eiginlega eyðiland og kölluðu það frið. Þetta svona lýsið þessu sem þú varst til dæmis að segja. Þetta eiginlega svolítið öfugsnúið. Alveg umulegt. Já, ég meina ekki búið að jafna 80% af öllum innviðum við jörðu. Það var hryllilegt í RÚV ef eitthvað var að sjá fréttina þar að þá var verið að tala við dreng sem hafði mist fót og var að búa sér til gervifót úr einhverju svona plaströri og svo var myndir þarna af gömlu fólki sem hafði verið teknar fæturnar af stundum án deyfingar. Þetta ótrúlegur hryllingur. Þetta er hryllilegasta frétt þessar aldar sem þarna. Og svo standa þeir yfir sem stóðu að þessu og reykja sér sem einhverju friðarhöfðingjar. Berja sér á brjóst. Eins og við sýndum forsíðuna á mokkanum í gær sem var þeirra faðmast Netanyahu og Trump sem einhverju friðarhöfðingjar. Herðu, það viðskiptablaðið gerir reglulega kannanir borgarmál. Gott hjá þeim. Það breiðsíða hjá þeim, meirihluti fallinn segja þeir. Það samanlagt fylgi núverandi meirihlutaflokka. Það 10 þarna. Ég tók grafi líka frá Gallup. Fáum það kannski bara næst. Þannig að ég setti inn á grafið borgarfulltrúa fjöldan. Það 3 flokkar sem að bæta við sig. Það Sjálfstæðisflokkurinn fer úr 6 í 9. Samfylkingin úr 5 í 7 og Viðreisn úr 1 í 2. Þetta flokkarnir sem að bæta við sig í borginni. Þeir sem að tapa náttúrulega fyrst og fremst Framsóknarflokkurinn sem að tapar 3, fer úr 4 í 1. Píratar fara úr 3 í 1, tapa 2. Sósíalistar tapa öðrum af 2 sínumönnum og Viðreisn, VG dettur út. En það kemur þarna inn, ég gleymdi að segja frá því að miðflokkurinn næri 1 manni. Þetta svona, við megum kannski sjá næstu frétta því að það úr Morgunblaðinu, það sem Hildur oddviti Björnsdóttir. Já, oddviti Sjálfstæðisflokksins. Vill meiri þetta með flokku sem vilja breytinga með þetta. Það eitthvað stemming í Mogganum því að þetta svona fyrir hana að koma og mynda ríkisstjórn eftir eina skoðun, nei, mynda meirihluta eftir eina könnun, ekki snjallt. Það svona mér finnst þetta svolítið stemming í Mogganum eins og þið séu bara að fara að sækja sigur. Já, mér finnst þetta líka fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fá þessa könnun, það fengið svona einu sinni áður allavega, að það æsir upp í einhverjum Hver vill ekki vera borgarstjóri? Já, meina það. Ég held reyndar að viðskiptablaðið fylgjandi Hildi og líka Mogginn. Maður sér þessar flokkadrætti og öll þessi hægri sinnuðu hlaðvörp, þau eru öll svona frekar með Hildi núna vegna þess að þau vilja alls ekki gulla. Já, meina það. Það var alltaf svakalega brosandi þarna á myndinni. Má ég fá grafið aftur aðeins að staldra við að hvaða kosti Hildur hefði ef þetta eru niðurstöður kosningarnar.
við fáum grafið aftur. Ég var að leika mér að þessu í dag, ég man ekki hvað niðurstöðu kostar. Það gæti að þið eru með 9 og þú þarft að hafa 12, þannig að það vantar 3. Þannig að þú gæti ekki tekið Viðreisn með 2 og Miðflokkurinn 1. Að Viðreisn og Miðflokkurinn séu saman í stjórn, sem er mörgum ólíklegt. Annar kostur væri að þú hefur Framsókn og Miðflokkurinn, en Framsókn og Miðflokkurinn er líka eitthvað svona sem að vinnur illa saman. Þannig að auðvitað tölustu við, sagði Sigurður Ingi hérna í viðtali við mig hérna samkomulagi við Sigmund Davíð. Þannig að sko valkostirnir eins og gerðist náttúrulega eftir síðustu kosningar, við sjáum þetta þarna, ef við viljum, hérna er ykkur fljótur að leggja saman, að þú þarft að ná í 12 og það er ekki svo auðvelt fyrir. Og þá væri það kannski Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn áttu komið með 11, það vantar 1 og þá geti það verið kannski, ég veit það ekki, Flokkur fólksins, sjáu ykkur það fyrir ykkur. Píratar myndu ganga inn í Viðreisn og sameinast, ég meina mjög líki flokkar. Ég veit ekki, það þarf eitthvað svona. Og ég er að nefna þetta af því að eftir síðustu kosningar, það var ekki hægri kostur í boði. Svo þegar Einar sprengdi í meirihlutann og ætlaði að mynda hægri stjórn, þá kom í ljós að það er ekki hægri kostur í boði. Vegna þess að vill enginn vera í liði með Sjálfstæðisflokknum. Það er bara... Já, mér sýnist allavega að vera frekar strembi púsl, sko. Inga Sæland bara barði í borðið þegar það stóð til að Flokkur fólksins færi í meirihlutum Einari og Sjálfstæðisflokknum. Þetta verður spennandi, svo veitum við ekki heldur en þá hvað sannar fyrir. Og ég get líka að lofa einu að þetta verði ekki niðurstöðu kosninganna. Það hefur aldrei gerst að könnun í október sýni úrslit í maí. Oft höfum nú samtilega okkur með þessar kannanir. Þetta er svo eitthvað stöðumæling. Og þú veist að stundum er sagt og maður segja til dæmis í þinginu að það koma tímabil þar sem að virðist ekki vera að hugsa pólitík en ég held að borgarbúar að ég myndi taka meira marka á könnunum meðal borgarbúa í dag afstöðu til flokkana heldur en afstöðu til þingflokkana af því þar er eiginlega það er ekkert það er engin úrslitastund þar mér finnst það vera meira svona í borginni Ég sá að það er einhver ungu maður í Miðflokknum sem sækist eftir að sækja er störu álista Miðflokksins í Garðabæ. Það er ekki Kópavogi. Þannig að þessi varaþingmaðurinn. Þessi með skeggi þarna. Já, það er alltaf að fara í Kópavogi. En svo er það Miðflokkurinn ef hann ætlar að ná að því að hann, eins og við höfum verið að ræða hérna, það eru mennin í Miðflokknum sem að upplifa það að þeir séu bara rétt eftir bara 3 korter að fá Nigel Farage bylgjuna til sín. Þannig að þeir munu þeir eru að gæla við að fá 3 borgarfulltrúa. Og þá þurfa það kannski að stilla upp einhverjum góðum, kannski Snorri Fornessir í það, að fara að þingi og bjóða sér fram sem borgarstjóra. Hans skoðanir og pólitísku hugsjónir eiga mikið síður heima í borginni heldur en þinginu. Ég sé ekki fyrir mér að það getur allt gerst. Ég var ekki sjálfur sér ekki að meina þetta. Ég var bara kastaði upp að svona alls konar fer í gang að reyna að finna, þú veist, er Flokkur fólksins, hún ætlar ekki að fara fram aftur, hún Helga. Nei, hún er allavega búin að gefa þá yfirlýsingu. Þetta lítur að vera sjokk fyrir Líf að mælast úti. Ég meina, hún er formaður borgarráðs og er mjög áberandi. Við veist þetta stundum eins og hún sé sett í að verja vondmál. Hún er formaður borgarráðs og veit ekki hvaða sviði hún stjórnar líka. En þetta er náttúrulega, þar er pólitíkin mest í rauninni, Já, en yfirleitt þá en ef þú ert borgarstjóri, þá ræður þú hvað þú ferð og tekur. Ég skal taka þetta, segir borgarstjóri, og þá ræður þú. Og svo segir, heyrðu, vilt þú ekki bara taka þetta? Og mér finnst það að vera eitthvað þannig. Mér finnst Líf alltaf koma fram að verja eitthvað sem er slæmt fyrir meirihlutann. En hins vegar að því vorum að tala hvað kemur vel út fyrir hvern, það kemur mjög vel út fyrir Heiðu. Sem er borgarstjóri og samfélgingin fer og 5 í 7. Lélegt í skoðanakönnunum vinsaldir borgarfulltrúa. Hún borgarstjóri var bara með hlálega niðurstöðu en svo kemur það fínt hjá henni núna sem leiðtogi samfélkingar. Það er svona, ef það hefur verið verri útkoma þá var eitthvað kurrin í samfélkingunni að virðum að kjósa að vera með leiðtogakjör eða eitthvað svoleiðis.
Þannig að svona niðurstaða fyrir það ólíklega. Frestaði allavega. Frestaði. Herðu, talandi svona erfiðleika með myndastjórn, það eiginlega það er vest í Frakklandi. Já, nú brandar hérna í okkur með það, sko. Ég sá eitt svona, Englendingar geta verið fyndnir, þannig að þeir hafa þann kost. Og blöðin eru oft svona mikið að fyndnu dóti sem eru í blöðunum. Ein svona myndi sem er byrtu, þá voru bátafólk að koma yfir Ermarsundið. Og þá voru það við erum pólitíski flóttamenn, við erum að komast hjá því að verða veiti til þess að vera forsætisráðherra. Í Frakklandi var það bara þingheimurinn var mættur til að flýja. Ekki ég. Þetta er sem sagt, það er mikil óvissa þetta ennþá. Við ræddum þetta aðeins í gær að tilboð forsætisráðherrans Le Cornu að falla frá tillögum Macron sem hann lagði höfuðáherslu á að hækka eftirlaunaldurinn og það var það sem var mikið mótmælt og það er hins vegar allt óljóst það hvort að þetta nái að þeir fórni sínu aðalmáli sem að kostaði á allar óvinsællunar gegn því að fá að halda völdum. Það er eiginlega tilboð Macron. Og það eru til dæmis Mélenchon, flokkurinn hans, hann vill það ekki, er ekki til að gera þetta samkomulag. Ég held að sósíalistar séu til í það. Það eru einhverjir af gömlu gólistunum sem eru á móti þessu, þannig það er allt óljóst og þetta það er bara óvissa, þetta flög sem stendur þarna í fyrirsögninni, það er bara algjör óvissa. Herðu, Morgunblaðið er með frétt frá það eru 2 fréttamenn sem að fylgja Höllu. Það er einn frá RÚV og einn frá Mogganum. Þannig er nú komið fyrir íslensku fjölmiðlum. Það er bara 2. Það er gott hjá þeim. Það sem áður var. Já, gott hjá þeim. Við höfum kannski átt að senda þig Laufey til Kína. Já, bara skelli mér. Þetta er merkileg, þetta er náttúrulega ótrúlega spennandi tíma sem hún er þarna. Það er bara var ekki fyrradag, það sem að Kínverjar lýsaði yfir að þeir alltaf setja takmarkanir á útflutning á fágætum málmum og sérstaklega til Bandaríkjanna og segi ekki almennilega hvað þeir ætla að gera. Trump svara með því að hóta að leggja 100% tolla ofan á og eiginlega að lýsa því yfir að það verði bara stríð og þá er Halla mætt þarna. Tekið alveg eins og margir íslenskir ráðamenn hafa sagt og ég meina Ólafur Ragnar sagði þetta alltaf að Kínverjar horfa til Íslands alveg á sérstakan hátt. Þorbjörg Sigríður var með henni, dómsmálaráðherra, hún var mjög hrifin af málflutningi Höllu. Já, þegar hún vitnaði Mao að konur ber upp hálfan heiminin. Það var Ríkisútvarpið var með hádegisfréttirnar þetta helst sem er eftir hádegisfréttunum það hvort þetta væri við hæfi að vitna í Mao formann sem hefði borið ábyrgð á hungursneyð og menningabyltingun og öðru slíku. En hann sagði þetta samt. Já, það var eitthvað kínafræðingur sem sagði bara ekki finna neitt að þessu. Þetta væri fín setning. Þetta er líka alveg satt. Konur byrju bara hálfan yfir. Allan ekki á þriðju vaktinni við það. Það er sagt í Afríku að konurnar gerir allt sem það þarf að gera en kallarnir sitja undir tré og æfi félagshæfni sína. Þess að við erum bara alltaf að spilla. En hún er á mjög spennandi tíma og þetta samband Íslands og Kína er merkilegt. Því manni eftir Ólafur Ragnar talaði um þetta. En núna erum við náttúrulega með forseta Kína sem hefur komið sem ungu maður, kom fram í samtali mínu við Ragnar Baldursson til dæmis og ég held að fleiri verið að benda á þetta síðan þá. Hann kom hingað þetta í kringu 1980, hitti mér annars Ragnar Baldursson sem var þá einn fárra Íslendinga sem hann kunni kínversku og ég man nú, þóri ég alltaf að endur segja þetta frá Ragnari sko. Ég held að Sí hafi komið til Ragnars og sagt við hist áður, þannig hann mundi eftir honum. En ég man ekki alveg svo skott að Ragnar mundi eftir að hafa hitt Sí þegar hann var ungur. Og konan hans, hún hefur líka komið til Íslands, kom hingað í einhverju sendinefni kringum 1990 held ég. Þannig að þau eru með svona persónuleg tengsl og það er eitthvað sem að... Og svo þekkjaðu Ólafur Ragnar. Svo þekkjaðu Ólafur Ragnar. Já, Ólafur Ragnar, hann lagði alltaf áherslu að það væri Kínverjar horfðu til Íslands á mjög sérstaka máta. Ég spurði Ragnar svolítið út í þetta, hann sagði kannski reitt að þessu að ég held að það séu bara 2 lönd sem að hafa verið þýdd á kínversku. Ég vil bara reyna að endursegja nafnið. En það er land Ísa sem er til og hann var með svona einhverjar
benti á alls konar hluti sem að valda því að Kínverjar horfa sko sérstaklega til Íslands. Og þeir muni eftir Óla Ragnar, hann eiginlega sagði það, þú veist, að við ættum að taka þetta alvarlega því að við getum gert margt gott úr því. Það var 1400 milljónir. Og Indland heldur líka, sko, hann var mikið fyrir það. Já, hann var náttúrulega allt aðra utanríkisstefnu heldur en verið að þrönga okkur í að gera núna. Og það er kannski næsta frétt, þetta úr Financial Times. Og þetta er viðskiptaráðherra Bandaríkjanna, held ég, ekki, sé ekki alveg á myndinni. En hann er að segja að hætta sér svo að Kína muni algjörlega einangrast í þessu viðskiptastríði. Þannig að það er að fara í gang mjög ákveðið viðskiptastríð og Bandaríkjamenn trúa því að þeir geta unnið þetta, en Kínverjar trúa því að þeir munu unnið þetta. Og þeir held ég að líti svo á að það sé þeirra hlutverk að standa upp í hárinu á Bandaríkjum. Þannig ef þeir myndu beygja sig, þá getur Bandaríkjum vaðið yfir allt. Þannig að þeir ætla að neita því að beygja sig undir kröfur Trump fyrir sig. En ég heldur horfið á líka að þeir séu eiginlega að gefa svona heiminum merki það að það má gera þetta. Þannig að ég held að þetta er ótrúlega spennandi. Talandi eitthvað sem er rosalega spennandi, það er að Sigríður Andersen er orðin í þingflokksformaður Miðflokksins. Þú spáði rangt í gær. Já, þú tók stundir með mér. Nei, ég passaði með að vera algjörlega hlutlaus dómari milli þín og þess. Ég giskaði á Ingibjörgu Davíðsdóttur. Sem sárabæti fyrir að hafa tapað varaformannskjörinu. Já, ég hefði nefnt að Bergþór fengi aftur. Það kom aldrei til greina, það sagði líka við þig í gær. Já, ég veit það. Þess vegna sagði ég ekki neitt, sko. Ég þorði ekki að andmæla þér. En Sigríður Andersen, hún er náttúrulega með fandamikla reynslu. Já, bæði sem ráðherra og þingmaður. Já, Björn var eitthvað að segja að hún hefði ekki svona karakterinn í það, þú var svo herská. En það er náttúrulega, menn vaksa bara upp í þau hlutverk sem er falið, sko. Er það ekki talið til kosta hjá Miðflokknum að vera svolítið herskár? Og svo var þetta þegar Hildur var þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Þá tók maður eftir því að stundum myndur halda það að þingflokksformaður einmitt að vera að halda góðu sambandi við alla hina og ekki taka þátt í svona málþófi eða einhverju svona frasi. Já, einhverju svona orðaskaki í þing, en Hildur gerir það. Þannig það má vel vera að Sigríður verði í orðaskakinu en ætli svo bara að koma og segja hvað er þetta Laufey við, þetta er bara name of the game, við sem að rífast í þingsal og nú náum við samkomulagi þinglokk. Nei, þetta er svolítið spennandi, skal ég segja þér. Þannig að nú fyrsta konan sem að færi eitthvað svona vegtillu innan flokksins. Já, þeir lögðu nú niður embætti varaformanns þegar að leita út fyrir að Vigdís Hauksdóttir yrði kjörin. Hún bauð sig fram gegn þáverandi varaformanni, Gunnari Braga Sveinssyni, og þeir lásið þá á loftinu að Vigdís væri að hafa hann. Og þá bara ákváðu þeir að hætta með varaformanni. Fyrir höfum við engan varaformann heldur konu. En það er eitthvað í Miðflokkinn að hann býr til fyrirsagnir eitthvað. Og Snorri Másson er klókur í því. Hann fór eitthvað upp í Pontu og fór eitthvað að leggja það til að Ríkisútvarpið myndi skera niður Gísla Martein. Vegna þess að Gísli Martein er alltaf að hæðast af Snorra Másinni. Já, ekki er hann það. Já. Og hvernig tókstu þessu? Hann vildi að Logi, menntamálaráðherra, að myndi taka undir orð Gísla Martein sem hann skrifaði á netinu, Já, en hann hélt langa ræðu nauðsynlegan sparnað hjá ríkinu. Nei, á Ríkisútvarpinu. Hann talaði að Gísli Marteinn væri siðferðislegur ritstjóri og þannig að það var algjörlega klárt, þannig að hann var eiginlega að gera það sama og var Flokkur fólksins var fundið að því hann var að gera. Það sem hann var upp í Pontu og Alþingi að svona hóta einhverju fjárveitingavaldi sem kannski stjórnarandstjórnarflokkur hefur ekki, út af því að hann væri móðgaður við hvernig hann talaði. Já, þetta er bara smári, Vigdís Hauksdóttir gerir þetta þegar hún var formað fjárlaganefndar. Og hann var óanægð með einhverja fréttir í Ríkisútvarpinu og þá sá hann, þið skulle bara vita hvaðan peningarnir kom og hver ræður. Þannig að það hótaði hún fjölmiðlunum og er snorrað í núna. Eða hótaði að hann er svona að spyrða saman kröfum niðurskurð og hann er svona að vera að skipta sér að ritstjórnarvaldi. Hann er efast að Gísli Marteinn megi bara hafa sinn þátt eins og hann vill. Já.
Herðu, Miðflokkurinn líka, Karl Gauti, hann vill að Íslendingar reddi Trump friðarverðlaun. Og þetta, við vorum að tala um það var alltaf að verða augljósara og augljósara að Miðflokkurinn ætlaði að vera bara íslensku stjórnmálaarmur republikanaflokks Donald Trump. Rétt eins og Reykjavíkurbréfið í morgun. Já, og þetta sem að Snorri er að gera, sem er svona nýta út í hina líberal fjölmiðla og svona menn eins og Gísla Martin. Og svo þetta, bendir til þess að þetta er, ég heldur trúið í að þeir meina að Trump muni færa þeim sigur. Já. Í alvöru, ég held að sé Já, sem sagt og ekki fylgi til Miðflokksins. Það verðist ekki auka fylgi í Reykjavík allavega, en það er nefnilega, ég hef bett á þetta. Það er hvernig hægt að sjá dæmi þetta, en maður bara heyrir á því hvernig þeir tala. Þeir segja það. Það er ekki búið að skipa neitt til að vera fyrsti frambjóðandi og eitthvað svona. En Trump hann vilja að hann fái Nóbelinn á næsta ári. Já, það er tillaga Miðflokksins. Verður við vissum það talandi um Trump, þá skulum við fara aðeins yfir í nokkra fréttir frá Bandaríkjunum sem ég ætla að vera með Trump-tíman sem er alltaf á miðvikudögum eftir. Það sem ég hitti fólk sem eru einsinn inn í bandarísk stjórnmál og hugmyndin er svo að við þurfum að ræða bara tölvört mikið um þetta því það er svo margt sem er í gangi í Bandaríkjunum og svo mörgu vígstöðum. Ég fæ aftur þessa frétt sem er þetta er lokun, það er ennþá alríkið lokað og það er orðið vandamál, þannig að Trump þarf að redda einhverjum peningum til þess að borga hermönunum sem hann ætlar að senda inn í borgirnar og fleira. Þannig hann er að finna leið til þess að ná í einhvern pening og borga laun en bara til hersins og svo inn í fylki og borgir þar sem að republikanar hafa völd. Það er engin peningur til fyrir hinna. Nei, þannig að hugmyndin er svo að þessi lokun muni leiða til eitthvað svona samfélagslegs niðurbrots þar sem að demokratar hafa völd. En það er líka, er þetta ekki rétt skilið hjá mér að hann þarf að fá samþykkt þingsins til að geta tekið lán til að reka ríkið. Jú, það er það sem hann fá það ekki. Hann er að leita leiða til þess að geta borgað til þess hernum. Það getur hann séð neyðaréttur. Hann er búinn að skilgreina að Bandaríkin sé í stríði við vinstrimenn, við fíkniefnainnflytjendur, við innflytjendur og alls konar. Þannig hann skilgreina það að hann hafi bara neyðarétt til þess að sækja peninga. Það er hugmyndin. AP fréttastofunar með fréttum að það er allir meiri segja Fox, það sem að Hegseth vann hjá, hann var náttúrulega varnarmálaráðherra eða fyrir ekki stríðsmálaráðherra á því að vera með þáttastjórnandi í Fox og var frægur þar. Að hann er búinn að setja í svona ritskoðun, þannig að þú fjölmiðlar sem hafa eitthvað aðgengi að einhverjum upplýsingum inn í Pentagon, að þeir verði eiginlega að bera það undir hann og Pentagon hvað þeir birta. Þannig ef þú færið upplýsingar hjá mér þá vil ég stjórna því hvernig það birtist. Og þú ætlar að skrifa undir plagg þar sem þú fellst undir þetta. Og enginn skrifar undir þetta. Það byrjuði á því að Guardian og fleiri svona erlendi miðlar höfnuðu þessu, svo kom New York Times og Washington Post og sem kom allar stóru sjónvarpsstöðvarnar og núna Fox. Þannig að það er enginn sem er að skrifa undir þessa tilraun ríkisstjórnar Donald Trumps til þess að innleiða ritskoðun í umfjöllun varnarmál. Hvað næst? Það er LA Times segir frá því að það virðist vera að því að það kemur svona... Ég myndi nú að gera það næst. Já, það kemur til þess að því að við erum ofta að velta fyrir okkur hvort að dómskerfið muni geta stöðvað fyrirætlanir Trumps. Eitt af því er það að breyta kjördæmanum, við erum oft fjallað um þetta, þú býrð til kjördæmin, þannig að atkvæði andstæðinga þeirna nýtist bara sem allra mest, þú safnar öllum demokratunum saman bara í eitt kjördæmi, þannig að síðan færð þú öll hinn 7 kjördæmin í fylkinu. Það virðist vera að íhaldssami meirihluti Hæstaréttar sé að fallast á þetta, að það sem að helst gat stoppað þetta voru ákvæði frá 7. áratugnum þegar það verið að tryggja svörtum jafnan atkvæðarétt, það sem að var bannað að búa til eitthvað svona svind til þess að gera lítið úr þeim, að þeir eru eiginlega að segja að þetta hafi verið með sólarlags ákvæði þessi lög, þannig að þau eru eiginlega útrunnin eða orðin úrelt, þannig að þurfi ekki og þá geti raunverulega republikanaflokkurinn gert það sem þau vilja til þess að reyna að tryggja sér völd. Meira frá Bandaríkjunum, það er þú nefndir Democracy Now, þetta viðtal var í gær. Þetta er maður sem heitir Mark Bray og hann er kennari, hann hefur skrifað bók Antifa, hann er flúinn land
því að hann telur sig ekki öruggan í Bandaríkjunum eftir þessar yfirlýsingar ríkisstjórnar Bandaríkjanna að óvinni ríkisins séu Antifa og þeir sem að tengjast því. Þannig að hann er flúið með fjölskyldur sínum til Spánar. Það er náttúrulega alveg með ólíkjöndum allt þetta, þessi hernaður gegn aktivistum. Bara víða í heiminum. Það eru pólitískir flóttamenn sem að fara fram. Já, akkurat. Og við höfum heyrt það áður, við heyrðum það fyrir mörgum mánuðum þegar ég talaði við hann Pál Þórðarsson sem er prófessor í Sydney, í lífefnafræði, mjög skrítið fag sem hann er í, en er bara stórkostlega virtur vísindamaður. Hann sagðist fá svona 3 símtöl á dag, í viku, eða svo pósta og fleira, þar sem að væru Bandaríkjamenn að athuga hvort að það væru stöður í Ástralíu. Þar sem að vegna árásana á háskólakerfið, að þá horfa menn á það að ég verði bara að fara eitthvað annað og vinna bara eitthvað annars staðar í 3, 4, 5 eða 6 ári eða guðum að vita hvað, og láta þetta bara ganga yfir. En að málum hvernig Trump hefur hótað að fara gegn öllum sem eru á móti sér. Þetta er John Bolton sem var öryggismála ráðgjafi hans í fyrra kjörtímabilinu, en það slitnaði upp á milli og John Bolton hefur verið mjög harðorður Trump sem að lýsir eiginlega bara sem fullkomnum fávita. Og þá er leiðin ákæra, þar sem hann hafi ekki farið einhvern veginn rétt með eitthvað trúnaðargögn og ætlar að reyna að koma honum bara í fangelsi í svona 15 ára eða eitthvað laus, sem á náttúrulega að kenna þér að þú rífur ekki kjaftið Donald Trump. Þetta er Bandaríkin í dag. Þannig að við ræðum þetta meðal annars í kvöld í tímanum. RÚV var með 2 fréttir, annars var í útvarpinu með fyrirverandi forstjóra í innheimtustofnunar sveitarfélaganna sem að vill fá 90 milljón króna bætur. Þið munið eftir þessu máli, þetta var Kveiksþáttur sem að fjallaði þetta. Það sem að var eitthvað svona óreiða með fjármunið þarna, ef ég man rétt. Og það var, hann hafði ráðið eitthvað sem að var tengdur honum til þess að sjá innheimtu. Þetta er sko innheimtustofnun sveitarfélaga sé innheimtir meðlag. Já, einmitt af meðlagsgreiðendum sem sagt, já. Þannig að það var, og það endaði með því að honum var sagt upp og núna hefur síðan ekkert orðið úr málinu. Eins og áreinda við, til hvað er að frétta af Samherjamálinu í Namibíu? Góð spurning. Það eru mörg mál sem að bara daga uppi, en núna vill hann sækja sér pening. Já, en þessi maður er afskaplega sár. Já. RÚV sjónvarpið byrjaði með úttekt ofbeldi gegn öldruðum. Þannig er Sigurður á Sigurðsson sem er varaformaður Landssambands eldri borgara. Hann býr fyrir norðan, sá sem er formaðurinn held ég. Þetta er ofbeldi gegn öldruðum sem hafa komið skýrslur og það er ráðstefna á morgun þar sem að mun koma fram hörmungar staða. Ég man eftir þessari umræðu fyrir nokkrum árum Þannig að var það ekki Rannveig Ernidóttir Borgarfulltrúi fyrirvændi sem hefur starfað mikið í öldrunarmálum sem var eitthvað sem ég held ég meðal annars kom hingað að tala um þetta. Já, við höfum talað um þetta. Þetta kemur öllum fyrst á óvart svona að segja, hver er að beita aldraða ofbeldi? Svo kemur í ljós ofbeldi er alltaf það sem er svona ójafnvægi í völdum og aldraðir er náttúrulega inn á heiminum þar sem er hafa lítil sem ekkert vald yfir eða svona að missa það. Ekki val einu sinni. Ekki val. Það er aðstoð við allar daglegar þarfir. En svo er þetta líka ofbeldi innan fjölskyldunar. Það sem að mest þar. Börn uppkominna aldraðra foreldra. Uppkomin börn aldraðra foreldra. Þannig að þetta er ljótt. Já, fjöllum við þetta betur kannski á morgun. Morgunblaðið er alltaf að fjalla sveitarstjórnarmál. Nefnið það við þig, Sigrún, því að þú vilt til að við fjöllum meira sveitarstjórnarmáli. Morgin er alltaf ákafur því. Þetta er, held ég að segja, sláandi. Þetta er hún, Andrea Sigurðardóttir. Hún er að bera saman, býr til einstætt foreldri og hjón í sambúð og ber saman, tillögu Reykjavíkurborgar, sem við getum kallað Reykjavíkurmódelið, við Kópavogsmódelið. Og Kópavogur er þarna grænn og Reykjavíkur lár. Og þá kemur í ljós að eiginlega öllum tekjustigum að þá er tillaga Reykjavíkur
myndi hækka leikskólagjöldin langt umfram það sem í Kópavogi. Kannski ekki langt umfram, en það svona 3.000 kall á einum stað. Já. Það sama fyrir fólk sem á ekki mikla peninga, þá 3.000 kall mikill peningur. Já, ég segi bara því að ég tek þetta fram vegna þess að neðsta línan 22.000 og efsta 47, maður geti haldið þetta að væri frá 0 upp í eitthvað annað. En þannig að þetta held ég að sé Reykjavíkurborg verði að endurskoða það. Þeir verða að koma með hvernig það var sagt að þá ætla að hafa meiri tekjuvernd heldur en Kópavogur. Sanna sagði ég í sunnudagsþættinum okkar að þetta væri í samráðsgátt. Já, þetta náttúrulega ekki mótaðar tillögur. Hún var til þess ekki í hópnum sem að gerði þetta og mér fannst hún svona að gefa til kynna að hún myndi vilja gera athugasemdir við þetta á seinni stigum. En hættan náttúrulega svo þegar tillagan farin út. Það betra að senda hana rétta. Já, það líka að kalla þetta Reykjavíkurmódelið, þá það einhvern veginn að gefa henni svolítið vægi og meðan þetta bara, eins og ég segi, ómótaðar tillögur sem eftir að fara í samráð. Þannig að við höfum rætt leikskólamálin, það voru tók 2 viðtöl í síðustu viku. Mæli með því að fólk sjáu það. Þið getið ef þið að leita að efni sem hefur síðan, þá eiginlega besta leiðin að fara inn á YouTube svæði samstöðurinnar. Og íta á vídeós eða myndbönd. Þar eru stök viðtöl langt aftur. Þið getið fundið að ég held að við sem að fara að nálgast 1000. þátt Rauðaborðsins. Og það kannski tilefnið þá til þess að slá botnin í þessar fréttir og ég þakka þér Laufey og Sigurjón fyrir að segja fréttina með mér. En framundan Rauðaborðið og ég bendi á að ef þú ert að horfa á Rauðaborðið, ef þú ert að horfa á fréttinnar á YouTube eða á Facebook, að þá munum við senda Rauðaborðið út á streymi, þannig að þú finnur það. Ef þú ert að horfa í sjónvarpinu eða hlustu útvarpinu, þá er engar áhyggjur að hafa. Rauðaborðið framundan. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.